Ok, ég ætla aðeins að fara í eitt bergur sem ég átti eftir. Ég fengi svona meira námsefnin eitthvað svona óbeint og það er þannig að haldið þið að rafvirkjar sé með í laun? Er ekki mjög misjótt? Já, mjög misjótt. Ég veit það 3.000 kall tíma. Haldið þið sé með á mánuði? Það er kringum 320-340. Kringum milljón ef ég man rétt. Kringum milljón. Það flestir rafvirkjar eru, eða svona meðaltalið, ekki staðar vel fyrir ofan 600.000. Þessi ekki næri 700.000 í dag. Og þeir sem eru eitthvað meira, hvað maður segja, svona meiri sérfræðistörnum, þeir eru með svona og yfir milljón. Og það er ekkert leyndarmál að allir kennararnir í þessari deild hérna, rafvirkjadeildinni, eru eitthvað staðar kringum milljón á mánuði. En þeir vinna reynda fyrir kennum í kvöldskólanum líka. Þannig að kennaralaun eru sjálfsagt ekkert frábær, sko. Kennaralaunin. En við myndum ekkert vera að vinna hérna fyrir minna þeirra. Bara ekkert. Ég hef vantarlega heyrt talað um fjórðu iðnbyltinguna sem er það sem að breytast núna. Það fyrst og fremst byggist á bara nýrri tölvutækni og gervigreind og því sem að gerast bara almennt í dag í atvinnulífinu. Þannig að það er mjög mikið af störfum sem þetta bara hverfa og gufa upp. Það er aldrei lengur. Bara eins og það er ekki til prentara lengur, það er bara til svona grafískir einhverjum sem vinna við grafíska vinnslu á tölvum og svo framvegis. Þannig að ætlarðu að segja eitthvað? Kíkt á mig, hefur þú búin að... Já, eftir bara kortar. Stærsta breytingin á þessu er tilkomin, eða það sem á þetta að gerast núna næsta árum eru tölvur sem kallað quantum computers. Tölvur hafa verið þannig hingað til að þær hafa á svona 1,5–2 ára fresti þá hefur vinnslugetan í tölvu tvöfaldast og vera þannig eiginlega bara síðan að tölvurnar eru til í upphafi. Sem er töluvert, alveg bara því að tvöföldun verður ansi mikið. En síðan gerist það með þessum quantum computers að einu stökki þá 500.000 faldast vinnslugetan. Bara allt í einu. Þessar tölvur eru til IBM á eitthvað 1 eða 2 og Google og einhverju fleiri. Og það eru fyrst og fremst notaðar í að gera hluti sem áður var ekki hægt að gera með tölvum. Meðal annars bara það höfðu ekki vinnslugetu í það. Og þar kemur gervigreindin inn meðal annars að gervigreindin mun vera miklu meira ráðandi í okkar samfélagi. Þið sjáuð bara einhver svona hluti verið að gerast mjög hægt. Þetta bara svona besta dæmið er raddstýringin á símanum eitthvað, hvort sem Siri eða Alexa eða segja hvað þetta heitir. Þið getið talað við síman eitthvað og hann lærir alltaf betur og betur að skilja ykkur hægt og rólega. Þetta er gervigreind sem notuð í það. Og gervigreind er svona forrit sem skrifar sig sjálft.
Það lærir sjálft, bara eins og við. Þetta þýðir það að mikið af störfum, eins og segir, munu bara hverfa því það verður ekki þörf fyrir þau og það er sérstaklega störf sem að svona byggjast á því að muna alls konar upplýsingar og vita alls konar kjartaði eins og læknar og lögfræðingar og þess áttar störf læknar munu gjörbreytast á einhverjum, já, í ykkar ævi, sko. Þetta verður mjög fljótlega miklu nærði bara sem þetta er í Star Trek, sko. Það er bara einhverju stungi í svo stæki og það er bara skannað upp og niður og tekið blóðprufa og eitthvað svo bara kemur bara hvað er að þér, sko. Það er bara já, þú ert með erfðagalla í þessu hérna og svo þetta og þetta hérna og þetta er sem það er að gera. Mismæn. Og svo segir það sem eiginlega bara sjálft að vel gerð svona tölvuforrit eru miklu ólíklegri til að gera mistök í sjúkdómsgreiningu. Og það náttúrulega gildir það sama með lögfræði og bara málið er bara sett inn í gagnagrunn og þar kemur bara fram í ákveði svona, þetta er það sem að gerðist, þetta eru staðreyndirnar, svona hafa þessi mál farið hingað til, og það þarf engan það þarf ekki að fara með máli fyrir dóm eða nokkuð skapaðan hlut eða ráða lögfræðingi í það í langan tíma. Það er bara sami við viðkomandi og þessi tilfellum þetta tryggingafélög sem að þeirra Er ekki nú að spá þetta á þriðjudag og voru búið með fund, var ekki þetta skammt í tölvunum? Hvað segirðu? Voru? Já. Þannig að þeir eru að kynna á þriðjudaginn næsta? Næsta ég að spá þetta á eitthvað fórkvöldnadagur líka ekki. Þannig að það er bara einn tími, kannski væri við eitthvað sem okkur myndu og sleppa henni tíma til að mæta henni í Orubá. Já, þeir með það mínu vegna, sko. Það er alltaf leið. Segir mér bara hvað lærðu, ég bara kynni mér þetta ansi vel. Ofurtölvurnar, skammtátölvurnar, þær virka reyndar dálítið mikið öðruvísi. Heldur en venjuleg eðlisfræði hefur gert hingað til og hvernig náður þessari miklu vísingetu og þeir kæla örgjur á niður í næstum því alkul. Það er svona stóra challenge, sko. Svo segja menn, sko, já, þetta verður aldrei á heimilum, en þeir sögðu það líka með fyrstu tölvurnar, eða ekki. Í dag er þetta svona stórir, risastórir turnar eitthvað og alveg svaka græjur. En auðvitað verður þetta minnkað mjög hratt og endar sjálfsagt það verður svona alkulskæling í laptopinu mínum eftir 10-20 ár, sko. Ég er ráð fyrir því. En síðan skila þessar tölvur, það geta gert aðra hluti og þær skila öðruvísi niðurstöðum. Ég ætla ekki að reyna að útskýra það. Hvernig það er gert. Þið eru alveg ringlaðir á því. En ég ætla nú bara að segja ykkur frá, sko, því að það er nú allt sem bendir til þess að það sé býsna góð ákvörðun að læra að vera rafvirki. Því að ef við skoðum til dæmis 30 best launuðu störf í framtíðinni. Það var rúlega eins og gegn á það eitthvað. Sjá. Já, þetta er svona fjölskyldu heilsuráðgjafi eitthvað tannlæknar eru rættanlega til áfram, pípulækningamenn. Það er náttúrulega venjulega rafvirkjar, sko. Það er alltaf leggja rafmagn. Og hjúkrunarfræðingar, þeir verða og byggingastjórar og eitthvað svona allt sem að snýra svona
heilsu fólks, að menn gera greinilega ráð fyrir að það verði áfram. Kennarar, menn gera ráð fyrir því að kennarar verði áfram til. En reyndar bílstjórar sko, en þetta eru þá svona öðruvísi traktræðara sko. Menn vita það alveg að eina fyrstu starfunum sem munu hverfa í til dæmis Ameríku eru traktræðis. Þeir verða bara sjálfkeyrandi. En ég held að menn þurfa samt ekki að hafa áhyggjur af þessum gervigreind sko, þetta verður aldrei gert neinni sjálft í samfélagi sko. Það veit það. Því að menn vinna á bara færri tíma. Það veit það. Já, mikið borga, þú veist, fara að borga. Við erum mjög besið. Þetta er náttúrulega bara svartnægt held ég sko. Nei, ég er nú ekki að reyna að vera með eitthvað sjálfsýnis í hal, ég bara segi bara hvað stendur, hvað er núna, bara hvað er til. Við hefum ekki hugmynd hver hvað áhrif þetta hefur. En traktoræfarnir sko, þeir verða sem sagt mjög fljótlega bara sjálfvirkir og það gæti mestalagi verið svona flotabílstjórar sem er að keyra 10-20 trukka í einu, bara í halarúi. Og það er einn bílstjóri sem fylgir þeim. Eða þá að gera bara tölvuskjávaxtar. Tölvurafræðingar einhverjir og einhverjir til að fylgjast með alls konar tæknisölum en einhverjir tölvuforritarar. Þetta er aftur komið heilsufólks, hjúkur, heilsukennarar, bara barnaskólakennarar, sjálfsögðu tölvukerfa, þessum sjáum við tölvukerfi, aftur medical heilsudoktori. Þetta með lawyers, menn er ekki alveg sammála um þetta sem ég var búinn að segja ykkur. Þeim á þetta að fækka allverulega. Bara gervigreindin tekur yfir störfið þeirra. Og svona stjórnendur skurðlæknar. Og þetta er nú eitt líka, skurðlæknar. Þessi róbótar eru bara miklu nákvæmari og betri að framkvæma skurðaðgerðir heldur en mannsöndin. Þannig að það er spurning hvernig það fer. Þess ekki líklega að þið verðið betri skurðlæknar þegar þið eru búin að læra að forrita róbot sko. Þetta er einhver maður sko. Það er svona, það er ekki færði ekki alltaf öll sömu svörin en þegar þú skoðar þessi svör sko, og kannski pælir það í sko, hverjir er að tala sko. Það er til dæmis ágætt að taka kannski meira mark á því sem Elon Musk segir að því að hann virðist oftast hafa haft rétt fyrir sér sko. Heldur en það er einhver aðrir að bulla sko. Honum allavega tekst að koma öllu framkvæmd sem og virðist ná að spá rétt á framtíðina hvað er að fara að gerast og staðsetja sér rétt. Sjáðu hérna, sólarorkutæknumenn, vindorkutæknumenn, þetta eru bara akkurat svona jobb fyrir ykkur. Þetta eru bara fyrstu 2 störfin sem eru talin upp. Og svo hjúkurnar, tölvufræðingar eða forritarar. Já, hjúkur aftur hérna. Sjá að þetta er svona heilsu, þetta er að sama og vera í heimlistanum svona að fylgjast með heilsu fólks og tölvudótar í og mechanics og electronics. Þið sjáu smart building ég var bara að segja ykkur hvað það er, eða ekki?
Þetta bara kemur hérna inn sem nýtt jobb algjörlega. Hérna svona gervigreindar þróun. Róbóta tæknimenn, sama forrita og sama róbóta. Og þegar við erum að tala um róbóta þá erum við ekkert að tala sko, einhverja sem að líta út eins og menn. Við erum að tala bara eins og oft bara í iðnaði, þetta bara svona einn armur sem að að gera einhver ákveðna hluti, skilur. Sama gerist til dæmis í framtíðinni að fyrir skurðaðgerð, það bara svona armur eitthvað svona. Kemur ekki eitthvað lappandi róbóti inn, sko. Erfðafræðingur eða og tækni siðfræðingur hérna. Það veit ekki að því. Það sem að tala um í rauninni, sko. Tæknin og siðfræðin, sko. En það er alveg merkilegt að íslenskt fyrirtæki sem heitir Stordótt að framleiða flassbatterja sem til hlaða bílinn bara 5 minútum. Já, það eru til mörg hérna, til með mikið af öðrum batteríum og eða svona, hvað maður segja, rafhlöðum. Við tölum um rafhlað. Það er til mjög margar gerðir, menn hafa bara valið lithium-rafhlöðuna í bili, þangað til önnur tækni tekur við. Þessi British Petroleum, stærstu olíufyrirtæki heims, að fjárfesta í þessi rafhlöð. Já, það er alveg rétt með olíufyrirtækin hafa gert sér grein fyrir því að beiðnin orku heimsins að breytast. Þeir að færa sig sjálfur yfir í aðra orkugjafa eins og rafmagn. Það er svolítið framtíðin eða rafmagn. Já, kemur 5 mínútur til hlaða bílinn. Það er bara björgfyllt að bíla iðnaði, sko. Custom body manufacturers. Og þannig að þið sjáu hérna bara á þessum lista að það er algjörlega ljóst að þið völduð ykkur réttan starfsvettvang því að þetta er hafa nóg að gera. Og hérna litlar eða engar líkur á að þið verið atvinnulausir. En það er ekkert atvinnulausir með rafvirkja eða rafmagnsverkfræðinga eða rafmagnstæknifræðinga eða neitt af þeirra í dag, það er bara skortur. Það er bara auka, sko. Það er bara skortur og þið eigið auðveldlega að geta haft alveg ágætislaun svona á við forsætisráðherrann eða svo. Það er kannski ekki alveg leið að koma út á vinnumarkaðinn. Ég hef alveg getið unnið eitthvað þangað á hæfilega lengur tíma. Og meðal annars þá náttúrulega skiptir svo miklu máli að þið náu góðum tökum á þessum stýringunum. Af því að þar eru svona mestu möguleikarnir á betur borgandi störfum, sko. Ég til að sjá það meira þegar það kemur lengra að byrja að forrita og eitthvað svona vesanast. En til þess verður náttúrulega að þekkja þarna búnaðinn sem er á baku þetta. Einhverjar spurningar? Það átti að gera allan peningin sem á vinna þér inn. Þetta er ágætlega launaður rafmagnstekníkur. Það verður ekkert mál að eyða þeim einhvern veginn. Já, setja í hús, þessi nýja bíl eða Já. Hús á Arnarnesinu. Það er bara svona, maður sem líka svo hálfist eða rafmagn í dag, ef rafmagn fyrir það, þá er þetta allt